margar gamlar myndir eru brenndar, hve margt sem aldrei vaknar upp á ný. Þeir heiðu morgnar hárra sólardaga, þau hljóðu kvöld sáin nýjan dag. Það blóm hvar geymist lítil ljóð og saga, það laup sem féll í haus við sólarlag. Á vegamótum líkt og leyndir ómar, í lofti vakja og boði stríð og frið. Því söngvum lífsins svell af gleði hljómar, en sorgin leikur undir þungunni. En meðan æskan enn á körfu blóma og enn á bikar fylltan gleð og þrá, þá vill hún aðeins þegin tæra ljóma í trú á lífið sem hún byggir á. Þá væng
Kæra fjölskylda og vinir, við komum saman hér í Sauðárkrókskirkju í dag til kveðjustundar Tryggva Eymundssonar sem lokið hefur för sinni lífsins veg. Við þökkum fyrir líf hans, allt sem hann var ykkur fjölskyldu og vinum, og ég fer með bæn. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa okkur þessa stund í helgidómi þínum og lát okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist og við biðjum í nafni hans. Amen.
Ég les nú úr 8. Davíðssálmi og þar standa þessi orð. Þegar ég horfi á himinin, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar, hvað þá maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitjir þess. Þú gerðir hann litlu minni en Guð, krýndir hann hátign og heiðri og lést hann ríkja yfir handaverkum þínum. Lagðir allt að fótum hans, sauðfénað allan og uxa, og auk þess dýr merkurinnar, fugla himinsins og fiska hafsins, allt sem fer hafsins vegu. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Amen. Ég les nú ljóðið Þetta land úr ljóðabókinni Sólin og ég eftir Kristján frá Djúpalæk og þar segir: Þetta land geymir allt sem ég ann, býr í árniði grunntótt míns lags, hjá þess jurt veit ég blómálf míns brags, milli bjarganna yndi ég fann. Ber mér útræna ilminn frá sjó, blærinn angan frá lyngi í mó. Djúpa hugarró á fjöllum ég finn, meðal fólksins vettvangur minn. Þetta land skamma stund bjó mér stað, ég strá í þess mold, ég það. En þó að augna
Kæra fjölskylda og vinir, ég vil biðja ykkur sem eigi gott með að standa upp að rísa úr sætum og ég les úr Jóhannesar Guðspjalli. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir þá við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Amen. Vi fortsätter.
Friður Guðs sé með okkur öllum. Í laginu Vor með texta Friðriks Hansen segir: Ljómar heimur, logar fagur, lífið fossar, hlær og grær. Nú sól og sumar dagur, söngvar óma fjær og nær. Vorsins englar vængjum blaka, vakir lífsins heilög þrá. Sumar glaðir svanir kvaka, suður heiðar vötnin blá. Hvílir yfir hæðum öllum, himnesk dýrð og guðaró. Yfir jöklum, fram á fjöllum, fellir blærinn þoku skó. Nú gott að vaka, vaka, vera til og eiga þrá. Sumar glaðir svanir kvaka, suður heiðar vötnin blá. Drekk ég glaður, fjalla friðinn, fyllir skálar sólskins ró. Teigar ljós við lækjar niðin, lítil rós í kletta tó. Sé ég fagra sín til baka, sólar eld og fjöllin blá. Nú gott að vaka, vaka, vera til og eiga þrá. Fallegur texti. Til eru ótalmörg ljóð sem lýsa íslenskri náttúru, fallegum íslenskum sumardögum. Þrá eftir frið, fegurð, kyrrð og ró, grósku, sól og ill og lofgjörð til almættisins. Hvílir yfir hæðum öllum, himnesk dýrð og guðaró. Tryggvi var mikið náttúrubarn. Hann naut sín í ferðum á fjöllum og í veiði. Tryggvi Guttormur Eymundsson fæddist í Saurbæ í Lýtingsstaðahreppi þann 8. október árið 1940. Foreldrar hans voru Eymundur Jóhannsson, fæddur 1892, hann lést árið 1942, og Ástríður Jónsdóttir, fædd 1902, hún lést árið 1989. Tryggvi var yngstur af 4 systkinum sem öll eru nú látin. Þau eru í aldursröð: Þuríður, fædd 1922, Þórarinn, fæddur 1925 og Jóhann, fæddur 1927. Tryggvi ólst upp við hefðbundin sveitastörf í Saurbæ. Hann gekk í Steinstaðaskóla og að því námu loknu lá leiðin að Laugum, þar sem hann lauk landsprófi. Því næst fór hann í samvinnuskólan á Bifröst og brautskráðist þaðan vorið 1961. Tryggvi var á öðru ári þegar að faðir hans lést. Hann ólst upp hjá Ástu móður sinni og systkinum og Halla bjó einnig í Saurbæ. Í Saurbæ var blandað bú og tók Tryggvi virkan þátt í verkum. Tryggvi var dagfarsprúður drengur, rólegur og fór ekki mikið fyrir honum. Hann var hlédrægur drengur. Þórarinn bróðir hans tók við búinu í Saurbæ árið 1955 og Tryggvi fór mikið helgar í Saurbæ sem ungur maður. Hann hafði gaman af að fara í veiði og fór hann að veiða í Svartáni og einnig var nú farið í Blöndu ásamt félögum sínum. Honum fannst gaman að veiða, sama hvort það var fiskur eða fugl. Að loknu námi í Bifröst flutti hann í Hofsós þar sem hann vann við bókhald á skrifstofinni hjá Kaupfélagi Austur Skagfirðinga. Árið 1966–7 var hann kaupfélagsstjóri þar. Tók hann að sér starfið til bráðabirgða. Á Hofsósi bjó hann í kaupfélagsbústaðnum. Hann átti góða vini þar sem hann fór með í fjallaferðir og á sjó. Eftir nokkur ára dvöl á Hofsósi fluttist hann hingað til Sauðárkróks þar sem hann hóf störf hjá Kaupfélagi Skagfirðinga og vann þar á skrifstofunni
uns hann lét af störfum vegna veikinda og aldurs. Maki Tryggva var Jósefína E. Hansen, fædd árið 1956. Hún lést árið 2022. Dóttir þeirra er Regína Petra Tryggvadóttir, fædd árið 1991. Maki hennar var Ingi Valur Haraldsson, fæddur árið 1991. Hann lést árið 2022. Sonur þeirra er Haraldur Tryggvi Ingason, fæddur árið 2021. Tryggvi og Jósefína, eða Jósa, eins og hún var ávallt kölluð, bjuggu á Sævarlandi. Þegar Tryggvi flytur í Sævarland, þá bjuggu þar Regína, móðir Jósu, og bræður hennar tveir, Guðmundur og Sigurður. Í fyrsta skiptið sem fjölskyldan hitti Jósu heima á Sævarlandi, þá var borðið auðvitað drekklaðið af kökum og brauði, eins og var alltaf vanalega hjá þeim, og gestkvæmt var á Sævarlandi og vel tekið á móti fólki. Á meðan Tryggvi stundaði vinnu á kaupfélagsskrifstofunni, þá var hann vanalega hér á Króknum virka daga og fór heim í Sævarland helgar. Hann kom þá með eitthvað skemmtilegt heim úr búðinni. Frá janúar og til vors voru mæðgurnar Jósa og Regína Petra einnig hjá honum á Króknum. Síðustu ár sem þau bjuggu á Sævarlandi bjó Ingi Valur, unnusti Regínu Petru, einnig þar og þau hjálpuðust að í búskapnum. Það var mikið áfall þegar Ingi Valur féll frá 30 að aldri og Jósa lést 9 mánuðum seinna. Blessuð sé minning þeirra. Stuttu eftir það þá fluttu feðginin Tryggvi, Regína Petra og Haraldur Tryggvi í Raftahlíðina hér á Króknum. Litli drengurinn gladdi afa sinn mikið og færði ljós inn í líf hans. Tryggvi naut þess að vera út í náttúrunni, við berjatínslu, veiðar, fjallaferðum og sleðaferðum með vinum. Ég heyrði að hann hefði verið mikil B-týpa, en ef það voru sleðaferður og veiðiferðir, þá var farið snemma af stað á morgnanna. Hann hafði gaman af að vera út í náttúrunni og tók mikið af myndum. Tryggvi var bókaunnandi og las mikið meðan að sjónin leyfði. Hann var með kerfi á bókunum sínum. Hann var fróður og gaman var að spjalla við hann. Íslenskar þjóðsögur og ævintýri las hann fyrir Regínu Petru. Hann las galdrasögur og sögur álfa og huldufólk. Hann lét Regínu Petru gera úrdrátt úr sögunum þegar hann hélt kannski að hún væri bara ekkert að hlusta. Hann hvatti hana til að spyrja, hvatti hana til að rökræða málin og hann hvatti hana til að mennta sig. Á Sævarlandi var húslestur. Þá var hlustað á sögur saman. Gott var að sitja með Tryggva og horfa á sjónvarp í þögninni. Ekkert endilega að tala. Oft var Barnaby og séra Brán fyrir valinu. Hann Tryggvi hafði góða nærveru og var góður hlustandi. Hann hlustaði meira en hann talaði. Eigum við ekki að taka þetta út af dagskrá, sagði hann stundum og þá var það fullrætt. Fréttatíminn var alveg heilug stund og veðurspána rýndi hann í. Tryggvi hefði örugglega vilja læra jarðfræði. Hann skoðaði jarðlög og hafði áhuga á steinum. Hann var alltaf með slípaða ópalsteina í vasanum og safnaði steinum og átti mikið af þeim. Hér á kistunni er fallegt hjarta með steinum sem að Tryggvi átti. Fallegt. Á Sævarlandi voru Tryggvi og Jósa með blandaðan búskap. Mjólkin var notuð til heimilisins, unnin rjómi og smjör og reykt bæði kjöt og fiskur. Tryggvi var matgæðingur, ekki mikið fyrir kökur en mat hafði hann áhuga á
og hann stuðlaði ekki að matarsóun. Svo gerði hann heimsins besta kjúkling í púrtvínsleigi. Tryggvi og Ingivalur unnu vel saman. Þeir gerðu kæfu, sviðasultu, svo var saltað hrossakjöt og fleira. Þeir deildu miklu mataráhuga saman og Ingivalur var duglegur að virkja hann með sér. Regína Petra sagði mér frá svo fallegri minningu, fallegri mynd sem hún hefur í huganum pappa sinn, þar sem hún situr í bílnum með honum, fær sér einn hálsmóla, hlustar á kasettu með Louis Armstrong eða Mozart og það er sumardagur. Það angar allt af sumri og lífsgleði. Já, minningarnar pappa hennar eru góðar og ljúfar. Tryggvi var ljúfur og góður maður. Dagfarsprúður var hann og æðruleysi var yfir honum og hann var raunsær. Hann var sjálfum sér nógur og má segja að hann hafi verið snillingur í núvitund, eins og svo mikið talað núna með núvitundina. Hann gat setið inn í stofu með bók í hönd tímunum saman, setið og hort út gluggann, ró og friður yfir honum. Tryggvi var þakklátur maður og ef einhver gerði eitthvað fyrir hann, fékk viðkomandi miklar þakkir fyrir. Tryggvi gat verið hnyttinn og stríðinn. Frændsystkini hans minnast þess þegar hann mældi handlegginn á þeim og sagðist hann þá vera að mæla hversu þung þau væru. En hann var að mæla handlegginn til að finna út hversu stórt úr þau þyrftu í fermingagjöfina. Tryggvi greindist með Parkinsons fyrir allmörgum árum. Þegar hann var heima þá fór hann tvisvar í viku í dagvist aldraðra á sjúkrahúsinu. Tryggvi fór í hvíldarinnlagnir á sjúkrahúsið og árið 2023 flytur hann á dvalarheimilið deild 2 eftir að hann mjaðma brotnaði. Tryggvi lést hinn 11. janúar síðastliðinn. Regína Petra vill koma þökkum til starfsfólks deildar 2 fyrir góða umönnun. Ég ætla að lesa annað ljóð. Nú sefur jörðin sumargræn eftir Davíð Stefánsson. Nú sefur jörðin sumargræn, nú sér hún rætast hverja bæn og dregur andan djúpt og rótt draumabláa júlí nótt. Við ystu hafsbrún sefur sól og sofið í hverjum hól. Í sefi blunda svanabörn og silungur í læk og tjörn. Á túni sefur bóndabær og bjarma á þil og glugga slær. Við móður brjóstin börnin fá, þá bestu gjöf sem lífið á. Og áin líður lygn og tær, og lindin sefur perlu skær. Í dvala hníga djúpin hljóð, og dreymir öll sín týndu ljóð. Í hafi speglast himinn blár, sinn himinn á hvert daggar tár. Í hverju blómi sefur sál, hvert sandkorn á sitt leyndarmál. Nú dreymir allt dýrð og frið, við dagsins þögla sálar hlið, og allt kyrrt fjöll og fjörð, og friður drottins yfir jörð. Tryggvi Eymundsson hefur lagt upp í sína hinstu för, til móts við skapara sinn og lausnara, og til móts við ástvini sína sem á undan eru gengnir. Jesús sagði, ég lifi og þér munuð lifa, og með þeim huggunarorðum frelsarans kveðjum við Tryggva í þeirri vissu að hans bíður eilíft líf hjá Guði. Það margs að minnast og margt að þakka. Minning Tryggva lifir ókomin ár, við felum hann himni
Guðs. Blessuð sé minning Tryggva og Guð blessi þig sem þetta heyrir. Amen. Það hafa borist kveðjur til fjölskyldunnar. Samúðarkveðjur senda Baldur og Helga hér á Sauðárkróki. Samúðarkveðjur til fjölskyldunar frá Viktoríu og með kveðjunni fylgir þetta vers. Nú til þín faðir flý ég, á föður hjartað kný ég, aðstoð ég bið þig. Æ vertu með mér í verki, ég veit þinn armur sterki, í stríði lífsins styður mig. Óskar Steinsson sendir kveðjur og góðar kveðjur eru frá Kaupfélagi Skagfirðinga með þökkum fyrir vel unnin störf fyrir Kaupfélag Skagfirðinga. Samúðarkveðjur frá Geirmundi Valtýssyni og hér er kveðja frá Inga Svani og fjölskyldu. Ingi Svanur þakkar fyrir aðstoð á yngri árum í náminu. Gleðilega páska, eins og hann kvaddi svo oft. Samúðarkveðja til fjölskyldunar frá Sólborgu, Herði, Hrefnu og fjölskyldum. Þau þakka Tryggva frænda fyrir allar gamlar og góðar stundir. Sólveig Þorvaldsdóttir þakkar góðar stundir í eldhúsinu á Sævarlandi og samúðarkveðjur til fjölskyldunar frá Hörpu, Sólveigu, Birtu og Sveini Þóri. Og svo kveðja frá starfsfólki og heimilisfólki á deild 2. Svanhildur Guðjónsdóttir sendir frænda sínum hinstu kveðju og þakkar löng og góð kynni. Regína og Ingi frá Heiði senda kveðjur og Eygló, Sigga og Búi frá Heiði og Heba frá Heiði senda einnig kveðjur. Aðstendendur bjóð okkur að þiggja veitingar í ljósemum að athöfn lokinni.
Ég fer með bæn. Drottinn, vert okkur nálægur á hverri stundu og helga jarðlífssporin, svo að viðstudd náð þinni hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða og blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Tryggva. Við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Fram í heiðanna ró fann ég bólstað og bjó, þar sem byggið og fjalldrapinn græn. Þar vistin ég góð, aldrei heyrist þar mjóð, þar himinninn víður og heiðarból ég bý, þar sem byggið og fjalldrapinn græn. Þar vistin ég góð, aldrei heyrist þar mjóð, þar himinninn víður og tær. Mörkin steinhljóðu kvöld, upp í stjarnanna fjöld, hef ég starað með spyrjandi þrá. Skyldi dýrðin í geim vera dásemdum þeim, sem vor draumfagri jarðheimur á. Heiðarból ég bý, þar sem byggið og fjalldrapinn græn. Skyldi dýrðin í geim vera dásemdum þeim, sem vor draumfagri jarðheimur á. Þetta loft svo tært, finnið þitt mjúkan þeyr, hve hann þyrlar upp ángan úr mól. Nei, ég vild ekki borgir né blikandi torg, fyrir bílið í heiðanna ró. Heiðarból ég bý, þar sem byggið og fjalldrapinn græn. Nei, ég vild ekki borgir né blikandi torg, fyrir bílið í heiðanna ró. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt og við skulum fara með saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ég bið ykkur að rísa úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Drottin minn, gef dánum ró en hinum líkn er lifa. Amen.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Meðan tíminn
hann, sú löngu gekk til viðar, fegra byggðir, fagra riðar, fóðra gulli